Komið þið sæl, við byrjum á þessari tunglmynd sem var tekin í dag af mótistungli NASA. Myndin er tekin rétt fyrir klukkan 2 í dag og þar var ennþá smá þokuloftin á Húnaflóa og í Skagafirðinum en mjög bjart víða annars staðar á landinu og sólin sást alveg gegnum þessa háskífuhulu sem var bæði við suðurströndina og svona yfir sunnanverðum Vestfjörðum. Þessi mynd er nú tekin áður en að skúraklakkarnir mynduðust fyrir alvöru sem að ollu þrumum og eldingum á sunnanverðu landinu í dag, sérstaklega í uppsveitum Suðurlands. Þar fór hiti líka hæstur í 25 gráður rúmlega á mörk á landi. En á yfirlitskortinu sjáum við að við erum í svona veðraleysum á segja. Það er engin stór kerfi hér í kringum okkur. Við erum inn í hæðarhrygg sem að bæir svona megninu til frá okkur veðrakerfum. Það er lægð sem myndast hér skammt vestur af Hvarfi á sunnudag en hún kemur líklega ekki til með að hafa nein áhrif á veðrið á landi í næstu viku. Það er hlýtt og gott yfir Íslandi og víðast hvar annars staðar á norðurhveli þessa dagana. Það hefur verið mjög hlýtt norður af 70 gráðum norður undanfarna daga og hafa fallið hitamett og hefur verið mjög mikil bráðnun líka á Grænlandsjökli síðustu daga. En við sjáum á skýjahulusspánni að það þykknar nú heldur upp á vestanverðu og sunnanverðu landinu á morgun og ekki alveg útlit fyrir að sólin ná að bregða sig í gegnum alla þessa skýjahulu en þó gæti sést til sólar inn til landsins á vestanverðu landinu og eins á miðhálendinu og svo með suðausturströndinni og svo út fyrir að verði bjart og fallegt bæði í Ísafjarðardjúpi og eins á norðan og austanverðu landinu en svona þokuloft kannski við ströndina. Þar sem að sólin nær að skína bæði á morgun og sunnudag er alveg líklegt að það myndist dálitlar síðdegisskúrir en líklega ekki jafn kröftugar og í dag. En á morgun klukkan 9 fyrramálið þá nú fyrir bara hæga breytilega átt og það verður svona mestuleyti skýjað á sunnan og vestanverðu landinu en bjartviðri sérstaklega inn til landsins norðan og austan til og eins og sagði hann þá er nú von á því að sólin nái kannski eitthvað aðeins að bregða sig í gegn en þó ekki mikið. Það er kostur við sólarleysi sem við sá að hafgolan nær sér líklega ekki á strik og þar með verður mjög hægur vindur allan daginn alveg frá morgun til kvölds. Og hitinn verður svona temperaður þetta 12 til 15, 16 stig kannski hér á sunnan og vestanverðu landinu. Það er líklega 15, 16, kannski 17 stigum norðan og austan til það sem er heldur svalara lofti yfir en auðvitað ef að sólin nær að skína þar þá hefur það áhrif. Á sunnudaginn er mjög svipað veður á landinu, smá síðdegisskúrir líklegar kannski á Sprengisandi og á suðaustanverðu landinu en annars staðar er líklega ekki nógu mikil inngeislun sólar til þess að mynda uppstreymi sem þarf fyrir svona síðdegisskúrir en það verður þá allavega líklega skýjað allavega við ströndina. Við sjáum að hitastigið breytist ekkert mjög mikið og það er ekki áberandi hlýjast neins staðar á landinu eins og hefur kannski verið undanfarnar vikur. En það er útlit fyrir að létti heldur til á mánudag og þá verði hins vegar hafgolan kannski heldur svona meiri við ströndina allt land. Síðdegisskúrurnar líklegastar upp á miðhálendinu en hiti þetta svona 16 til 17 stig það sem best lætur. Og á þriðjudaginn er áfram hægbreytileg átt, einhversar smá skúrir á norðanverðu landinu og kannski austan til líka en þurrt að mestu hér sunnan og vestan til og áfram þokkalegur hiti yfir öllu landinu. En ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu og það sjáum við að það er nú skúralegt að litast mjög víða í Norður-Evrópu og jafnvel í Mið-Evrópu líka en það eru rauðar viðvaranir vegna hita til dæmis í Svartfjallalandi, í Króatíu og á Suður Ítalíu og síðan eftir því sem við förum vestar þá sjáum við að það er líka skúraveður við Mexíkóflóa og hlýtt náttúrulega í eyðimörkinni en skúrir í Klettafjöllunum og eftir því sem að vestar dregur í Ameríku. En það er sem sagt hægbreytileg átt hjá okkur á morgun, skýjað víða á sunnan og vestanverðu landinu en bjartviðri norðan og austan til en milt í öllum landshlutum. Verið sæl.